þessu. Amen. Valdið, syndar og myrkurs, hver elskar meira en nokkur annar, konungur dýrðar, konungur konungar. Takk Jesus. Hver hristir heiminn með himins krafti, hver öldin undrast og tekur andvöld, konungur dýrðar, konungur konungar. Halleluja, þetta undranám, þetta hinn sanna. Hann dó í okkar stað, var okkar syndakross. Þú gafst lífið þitt, sem gætir mig. Jesus að dómsum, með þökk við færa þig. Amen. Gaman að sjá ykkur hér í dag. Við erum komin til þess að lofa nafni Guðs, halleluja, lyfta honum upp í dag. En hér verstarsins. Hver þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég og kannast fyrir föður mínum á himnum. Þegar við játum hann, þegar við tökum hann með okkur út í lífið, þegar við erum með honum, þá hann með okkur, halleluja. Og hver vill ekki hafa Guð með sér í liði? En við ætlum að gefa Guði dýrðin í dag, við ætlum að lofa hann, við ætlum að heyra orð Guðs og við ætlum að eiga dásamlega stund. Má ég heyra amen? Í fallna merun og kemur hvítur í tryggar hendur, konungur dýrðar, hver ræður þjóðunum, réttur og sannur, skín eins og sólin, syndrandi ljóma, konungur dýrðar, konungur konungar. Syngjum saman og lofum hann, þetta undranám, þetta hinn sanna. Hann dó í okkar stað, var okkar syndakross. Þú gafst lífið þitt, hann frelsa gætir mig. Jesus minn lofsöng, með þökk við færa þig. Verður risinn konungur verður lambið sem fórnaði sér. Verður risinn konungur verður lambið sem fórnaði sér. Verður risinn konungur verður lambið sem fórnaði sér. Verður risinn konungur verður, þetta undranám, þetta hinn sanna. Hann dó í okkar stað, halleluja, var okkar syndakross. Þú gafst lífið þitt, að frelsa gætir mig. Jesus minn lofsöng, með þökk við færa þig. Takk Jesus, halleluja.
Halleluja, takk Jesus fyrir náðin og miskunn, fyrir trúfestina Drottinn, hver þú ert, halleluja. Þú ert undra náð og þú ert konungur. See lives changed, souls saved, broken hearts made new. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. Hallelujah. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crowns. The King is in the room. Come see all the captives run free. He's tearing down the walls. He's tearing down the walls. There's great shaking power we see. The name above them all. The name above them all. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crowns. The King is in the room. Takk Jesus, halleluja. Fear has to flee. Shame has to leave. Before the King. Before the King. Chain has to break. Dry bones away. Prepare the way. Oh, fear has to flee. Shame has to leave. Before the King. Before the King. Chain has to break. Dry bones away. Prepare the way. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. Hallelujah. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crowns. The King is in the room. Hallelujah. Prepare the way. Prepare the way, it's in the room. Prepare the way. Prepare the way, it's in the room. Takk Jesus, halleluja. Fílíkur Guð sem við eigum, halleluja. Hann góður Guð. Halleluja, Hósanna í hæstu hæðum. Helgist þitt nafn, við lofum þig Drottinn. Ég lyft upp nafnið þínu og ég vex sama þig. Ég þakka þér fyrir ég fá að lofa þig hér í dag. Á þessu landi sem við búum á Drottinn að við getum lofað þig. Halleluja. Þakka þér fyrir trúfestina. I sing kingdom glory.
seeing the revival, stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Jesus, halleluja. Vi lover dig drottning Jesus, halleluja. Vi lyfter dig upp drottning. Ja, du så sann, du heilagur, du verðugur drottning Jesus. Ég lofa þig, halleluja. Hear my heart and make it clean. Oh, open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what brings joy. Everything I am for your kingdom's call. As I walk from earth into eternity. Tack Jesus. Halleluja. Heilar. Syngjum saman. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Fyrir að þú ert hér á meðal okkar í dag. Helgist þitt nafn. Heilagur ertu drottinn. Ég þakka þér fyrir drottinn minn, halleluja. Ég þakka þér fyrir drottinn að fá að lofa þig. Forget the wonder of how you brought deliverance, the exodus of my heart. You found me, you freed me, held back the waters of my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah.
Since we have so many friends from that are English speaking, we're gonna speak in English. And since I'm in the interpreter as well. But we're going to continue worshiping, but this is the way we do it here in this church. We always remind us that He has done everything for us, so it's always our heart to do whatever the Word says what we are to do. It's not enough to get into the promised land, you have to know how to handle it. One of the things that we've done, we've always used, like today is the 14th. So we look up Proverbs 14. It's actually interesting how it starts. The Icelandic version says, because or for the wisdom of the women, the house is built. I know it's not like that in the English, but I like the Icelandic version. I do too. Amen, amen. We have one amen here. But I want to start on verse 4. And it says, where no oxen are, the manger is clean, but much increase comes by the strength of the ox. It's kind of a funny verse, because an empty manger is very tidy. That's right. You can come into a very tidy church. Yes. Nice monument. Exactly. There's no mess, no work, no inconvenience. Oh, wow. Preach. Just a clean, empty manger. A lot of tours go there. Wow. Tall. Big. Yeah. And there's no fruit. Exactly. There's no plow being pulled, no harvest, no increase. And Proverbs is reminding us that of something that is very simple. Yes. A fruitful life is sometimes a little inconvenience. Preach. Have you had inconvenience in your Christian life? A lot of it. You thought it was going to be like me and Jesus, yeah. And this hit you and that hit you, and Exactly. you found out that there's greed, lust, and all kinds of stuff in our flesh. Yes. Yeah, and a fruitful life sometimes, it costs time, effort, participation. But there's another verse in verse 23. It says, in all labor there is profit. Yes. In all labor there is profit. But mere talk leads only to poverty. Oh, wow. Just to talk about it and do nothing So good. is poverty. So good. You can imagine they probably taught this to the people in the promised land. Yes. How to manage your new promised land. Because there's a difference talking about something and participating in it. There's a difference between talking about love and showing love. Yes. There's a difference between talking about the body of Christ and being an active part of it. Yes. Then Proverbs says, in the fear of the Lord, there is strong confidence. Yes. That's the key. In the fear of the Lord, meaning you it's like, I'm going to honor you, Lord. You did everything for me. I want to honor you. And there's strong confidence. Yes. You know what happens when you lose your confidence? Yes. You want me to ask your wife? Because sometimes when we talk about giving or generosity, people think it's just all about money. It's not. But often it's really about trust. Yes. Do I trust God? Do I trust Him enough to live with open hands? Yes. Then Proverbs says, he who is gracious to the poor honors him. Yes. Notice, that verse doesn't merely say that the person in need benefits from the help, our help, like we're helping in the Philippines, we're helping ministries here in Iceland. It says, it honors God. Yes. It honors God Yes. to give. Yes. So that's why giving is not simply money changing hands, it is participation in life. Amen.
It's part of bearing fruit, part of trusting God, and part of honoring the one who has been merciful to us. So the question is not how large the gift is. The question is, do I trust God? So Father, we come to you. We thank you that we can come the first day of the week and honor you by worshiping your name, thanking you for all that you have done, and trusting you for the coming week. Father, I bless in each and every one that chooses to give here today. And I ask you to multiply that seed and may it be so powerful in your kingdom that many will hear about the gospel. Father, bring opportunities this week. Holy Spirit, we ask you, take us on an adventure. Open doors that no one can open and close those doors that no one can close. We bless your name, Lord. Amen. Amen. Við skulum endilega halda áfram og syngja lof Guð. Hjörtungl og sól játi þig, ekkert hindrar mig, þið lofaði. Drottinn dýra, við vera nær. Fagna við halleluja, kom þú drottinn minn. Syng þér lov halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna við halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú
Drottinn til að dvelja, já, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Hann heilagur, heilagur, heilagur ertu, heilagur ertu, Jesú. Þú ert heilagur, heilagur, heilagur ertu. Heilagur ertu, Jesús. Þú ert heilagur, heilagur, heilagur ertu. Heilagur ertu. Þú ert Þú ert nálæg okkur í dag, halleluja. Við treystum á þig, Drottinn, við treystum á þig og við gefum þér dýrðina. Jesus is mine. He's been my foreman in the fight, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is ordered my steps. So this is my story, and
This is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Takk Jesus, við trúumst þig. Við lofum þig. Við gefum þér þennan. Við treystum á þig, Drottinn. Þegar þú bregst okkur aldrei. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
og allur liðurinn sagði, halleluja, þetta var yndislegt. Það þvílíka nærveran hér í dag. Amen, og Guð að vinna. Guð að vinna verk í hjörtum okkar. Og þá spurningum að opna hjartað og leyfa honum að vinna. En áður en ég byrja að tala, þá langar mér að fá drengi minn, hann Gunnar. Óli, hafði bara opið, út af það svo rosalega heitt. Óli minn. Já, bara þannig ég lifa af samkomuna. Ég svo nafni við viljum það. Herru, við erum biblíuleikirkja. Við erum alltaf skilgreinir okkur sem sólaskriftúra. We're a Bible church and we present ourselves with sola scriptura. Þannig að þegar við fyrir í ritningarnar, þá það bara ritningi sem talar. When we go into the scriptures, then we allow the scripture to speak. Mér langar bara rétt að minna á, í kirkjunni þá eru við bara með reglur og við viljum bara að sé regla í húsi Guðs. We just want to remind you that we keep order in the house of God, that people are not walking around while someone is speaking. Ég nenni ekki að fara meira út í það, bara fyrir mér ritninguna. I'm not going to talk more about that, we're going to go right into the scriptures. Þannig að mér langar að hoppa í 1. Korinthbréf 13. We're going to go into 1 Corinthians chapter 13 í versi 4. in verse 4. Mér langar aðeins svona horfa á þetta sem svona verklega hluta af fagnaðar erindisins. I want to look at it as the workable part or the functioning part of the gospel. Þegar þú ferð svo út í vikuna, þá getur þú tekið þessi vers með þér og þú getur lifa bara því til fulls. So when you go into this new week, you can just meditate and live on these scriptures. Herru, hoppum í 4. Korinthbréf 13:14. Nei, 3. Korinthbréf 13:4 myndi ég. Hann segir hérna, kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hann reykir sér ekki upp. Love has patience, it is kind, love is not envious, is not vain, is not puffed up. Ertu búinn? Settur 5? Nei, ég sagði 4. Já, ég búinn. Já, ok. Ég svo fljótur að tólka maður. Já, svo fljótur eitthvað að þessu. En við sjáum bara hérna, hér Páll að útskýra hvernig kærleikurinn virkar, bara einfalt. Here we see Paul just explaining how love works or how it functions. En við ætlum ekki að taka allt þetta fyrir. We're not going to take all this right now. Horfum bara á orðið langlyndi, tökum það sem dæmi. Let's just look at, patience. Spurðu núna sjálfan, ertu með langlyndi? Ask yourself, do you have patience or do I have patience? Skortir þið langlyndi? Do you need patience? Ég þarf þess. I need it. Ég efast ekki að þú þurfið þess líka. I have no doubt in my mind that you need it too. Pappi það langlyndi. Nei. My dad really needs it. Nei, ég segi svona. Nei, sko, ef þú horfir að þetta aðeins út á við. If you look at it from the outside. Þegar ertu stildum í umferðinni, keyrðu áfram. Are you sometimes in the traffic? Come on, move on. Ég að flýta mér í vinnuna, maður. I'm hurrying to my job. Ég þarf að fara á fótboltaæfingu. I'm going to the football practice. Veit ég ekki að ég að æfa í Borgarnesi? Don't you know that I'm practicing in Borgarnes? Það tekur 70 mínútur að keyra á okkar. It's 70-minute drive. En við miður, unfortunately, þá þarf ég meiri ávöxtandans. I need to deal with this. Af því að þetta eitt af því sem Páll leggur fyrir í Galatabrinu 5:22 að ávöxtandans hluti af því langlyndi. Because this is also what Paul talks about in Galatians 5:22. He talks about patience as a fruit of the Spirit. Og bara í bara stuttumáli, And just in few words, að þá eru þetta sem við vorum að lesa og skoða, þetta eitt af því sem mætti að einkenna okkur sem kristið fólk. this, what we were just reading, is something that should be identifiable about us as Christians. Sko, mér langar bara að hoppa í Rómverjabréfið 13:8. In Romans 13:8, sem segir svona: skuldið ekki neinu neitt nema það eitt að elska hvert annan. Því að sá sem elskar náungan hefur uppfyllt lögmálið. owe no one anything except to love one another, for he who loves another
has fulfilled the law. Og þetta bara mjög skýrt. Við eigum ekki að skulda neinu neitt. It's very clear. Don't owe anyone anything. Þú átt ekki að skulda fólki pening. You shouldn't owe people money. Þú átt ekki að skulda fólki eitthvað að þú þurfa að gera einhverju hluti. You shouldn't owe anyone to do something. Bara kærleikur. Only love them. Sýna fólki kærleika. Show people love. Guð hefur sýnt þér kærleik. God has shown love to you. Þess vegna átt þú núna að sýna öðru fólki kærleika. Then you should show love to others. Þetta bara 1 + 1 reikningur í Guðfræðinni. This is just 1 + 1 or Theology 101. Og með þetta eina boðorð, þú ert búin að uppfylla lögmálið. With this one thing, you have fulfilled the whole law. Af því að þú hugsar þetta, í boðinu 10, If you think about it in the 10 Commandments, ef ég elska, þá er ég ekki að stela. if I love, I'm not stealing. Ef ég elska, þá held ég ekki fram hjá makanum mínum. If I love, I don't commit adultery. Þannig að, og lokum, þá langar mér bara að leyfa Jesú hans að tala. And finally, I just want Jesus to speak. Þetta síðasta kvöldmáltíðin, This is the Last Supper, Jóhannes 13:34. John 13:34. Nýtt boður gef ég yður að þér að elska hvert annað eins og ég hef elskað yður skulu þér einni elska hvert annað. I give you a new commandment that you love one another. As I have loved you, you should also love one another. Og þetta er nýtt boður. Look at what he says. It's a new commandment. Það er ekki verið að bæta við, 614, It's nei. not adding on to the law, law number 614. Nei, nýtt boður It's a new commandment. sem var ritað síðan daginn eftir í blóði hans. And that was written the day after in his own blood. Og Jesús segir, eins og ég hef elskað yður skulu þið einni elska hvert annað. As I have loved you, you should also love one another, Jesus says. Ég veit hvað þið hugsa. I know what you're thinking. Já, hann fór á krossin fyrir mig. Yes, he went to the cross for me. Hann er ekki búin að fara á krossin hann. He hasn't gone to the cross when he said this. Hann er að segja, eins og ég hef elskað ykkur. He's saying, as I have loved you. Það er ekki eins og ég mun, Not as I will love you, nei, eins og ég hef. like I have. Þá þurfum við að spyrja okkur. Við þurfum bara að bakka í 13 kapla aftur í tíman. We only have to reverse 13 chapter backwards. Hvernig elskaði Jesú lærisveina sína? How did Jesus love his disciples? Jóhannes 13 talar að hann þjónaði þeim. John Hann þvoði fæturna þeirra. 13 says he served them and washed their feet. Hann fyrirgaf þeim. He forgave them. Hann gaf þeim tilgang í lífið. He gave them purpose in life. Og þannig elskaði Jesú lærisveina sína. And that's how he loved his disciples. Og þannig við að elska hvert annað. That's how we should love one another. Ertu sáttir? Amen. Á er ég góður. He just asked me if I approved, and I said yes. Takk Jesús fyrir náð þín og miskunn drottinni. Þakka þér að fallega dag sem þú gefið okkur. Þakka þér drottin minn að við fáum þann heiður að koma saman og lofsyngja þér einum Jesús. Við bara þökkum þér fyrir það drottin minn að þú hefur gefið okkur nýtt boðorð í þér. Það er ekki verið að bæta við, heldur nýtt boðorð í þér Jesús. Þú hékkst á krossi fyrir okkur drottin minn. Það var aðeins elska þín sem gat haldið að þér á krossinum allan að tíma og þú gafst lífið fyrir okkur drottin. Þú sigraði dauðan svo við getum lifað og megum við lifa bara núna þér til dýrðar, ekki lifa í syndinni sem léti deyja fyrir okkur drottin minn, bara alls ekki. Við viljum bara lifa þér drottin minn, við viljum eignast nýtt líf í þér og við viljum bara þjóna þér til dýrðar. Ég bið fyrir mömmu þegar hún talar eftir smyrðu varin og tungu og geði orðamæla, megum við fara dýpra í fagnaðarindi og skoða hvað þú eru upp á að bjóða Jesús. Og ég bið bara allir okkar göngu að gefa þér dýrðina í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk, Jesús. Ég ætla að fara að tala ensku. Lífið er endislegt. Mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur. Ég vil að allir heilsi ykkurum sem þarf ekki séð áður og segi velkomin í Smárakirkju. Allir, allir, allir.
Takk, Jesús. Þannig að allir eru velkomnir, bara þannig vitið það. Amen. Ekki drengur minn dásamlegur? Amen. Ég svo stolt af því hann og systir hans hafa ákveðið að ganga þessa göngu. Mikið, þetta alvöru, það sem við köllum alvöru ávöxtur. Þetta alvöru ávöxtur. Það sem ég langar til að tala við ykkur í dag líka praktískt. Mér svo mikilvægt að þegar við tölum orð Guðs, við tölum það ekki það háfleygt, enginn skilji það og geti í rauninni nýta í lífinu. Og það orð Guðs praktískt. Hann persónlegur Guð. Hann þráir að koma inn í aðstæður þínar og hann þráir að gefa þér líf með tilgang. Líf í gnægð. Og við erum búin að fara sem kirkja í gegnum, við erum að lesa saman orð Guðs og þvílíkt sem þetta magnað að lesa svona orð Guðs saman. Finnst ykkur þetta ekki magnað, krakkar? Og við erum búin að vera að lesa Móse, við erum búin að vera að lesa Abraham að sjálfsögðu og nú erum við að lesa Davíð konung og við erum að lesa líka Nýja testament og við erum að lesa þetta allt svona í sambland. Og það eru svo margir sem að skilja ekki að allt orð Guðs nytsamt. Allt orð Guðs magnað fyrir okkur í dag. Það sem við þurfum að gera þegar við lesum allt orð Guðs að lesa það með gleraugum Jesú. Út að Jesús frá byrjun til enda. Jesús í öllu orðinu. Og einn besta líking af Jesú kemur einmitt fram í þessum köflum sem við erum nýbúin að lesa Davíð. Davíð konungur, Guð gaf honum eilífan konungdóm. Af því hann var fullkominn? Nei. Davíð var langt frá því að vera fullkominn einstaklingur. Sem betur fer Guð ekki að leita fullkomnu fólki. Því annars gæti hann ekki notað neitt okkar. Hann leitar að fólki sem með ákveðið hjartalag. Og Davíð hafði einstakt hjartalag. Hann hafði einstakt hjartalag. Davíð var þannig maður, hann gerði fullt af mistökum og syndgaði og svo framvegis. En hann var með einstakt hjartalag gagnvart Guði því hann treysti Guði. Og þegar hann gerði rangt þá iðraðist hann. Hann ekki eins og sumir sem að neita að taka ábyrgð og bara þverskallast í gegnum lífið, hann tók ábyrgð. Og hann var einlægur frammi fyrir Guði. Og vinir, ef við þurfum eitthvað á þessu land okkar, það fólk sem einlægt fyrir Guð. Sem að leyfir Guði að eiga við hjartað. Og ég búin að tala svo mikið það hvernig Guð vill reisa upp fólk, hann vill reisa upp karaktera sem að geta borið blessun Guðs, sem að bera ríkulegan ávöxt, vinir. Og ég trúi því að Guð hefur kallað þessa kirkju til þess að vera eins og lampi á hæð sem að mun setja ljós út fyrir fullt af fólki. Og vinir, við erum bara rétt að byrja, Guð rétt að byrja. Og vinir, við þurfum að læra því sem að kemur fram í ritningunni þannig að við lifum lífi sem í gnægð. Að við lifum ekki í mistökum fortíðarinnar eða í synd gærdagsins. Að við stöndum upp á hverjum einasta degi að við áttum okkur að því að náð Guðs ný á hverjum degi. Og vinir, í dag þá náðin ný. Guð góður. Og jafnvel þótt að þú sér kannski að fara í gegnum einhverja kringumstæð þá Guð góður. Hann reynda bara frábær. Og mér langar til þess að ræða í dag, hvernig við eins og Davíð konungur getum vakið upp morgunroðan. Og á ensku heitir þetta I will awaken the dawn. Og þið getur spurt ykkur skrítið orðalag, ég mun vekja upp morgunroðan. Við stýrum ekki því hvort þessi dagur eða nótt, það rétt. Og við förum öll í gegnum erfiða kringumstæður, það rétt. Við förum öll í gegnum, og ef þú hefur aldrei farið í gegnum erfiða kringumstæður, þá ertu bara hreinlega ekki búin að lifa nógu lengi. Það bara satt. Ég að segja sannleikann eða hvað? Þetta bara satt. Og vinir, við förum öll í gegnum erfiða kringumstæður. Það bara eðli málsins samkvæmt.
En við þurfum ekki að lifa í erfiðum kringumstæðum. Við byggjum ekki hús í eyðimörkinni. Við byggjum ekki hús þar sem við eigum að labba í gegn. Við þurfum að biðja Guð að vekja upp morgunroðan. Við þurfum að læra af reynslunni og við þurfum að halda áfram. Má ég heyra amen? Halleluja. Takk Jesús. Þannig að við langar til að fara í Sálm 57. Sálmur 57, við erum nýbúin að lesa hann í því sem við erum búin að vera að læra saman. Við erum að lesa þess saman orðið. Og ég hvet ykkur til þess, talið við alla hérna eftir sangum ef þið viljið taka þátt í þessari áætlun sem við erum að lesa út af þetta blessað. Og þetta er Davíð sem er að tala í Sálmi. Og hann er að segja svo í kafla 57 versi 8, hjarta mitt er stöðugt. Guð, hjarta mitt er stöðugt. Ég vil syngja og leika. Í versi 9, vakna þú sál mín, vakna þú, harpa og gía. Ég vil vekja morgunroðan. Ég vil lofa þig meðal líðana. Þetta er Davíð. Ég vil lofa þig meðal líðana. Drottinn, vegsama þig meðal þjóðana. Hann skammaði sín ekki fyrir Guð sinn. Og ég þrá að vera eins og Davíð, ég skammast mín ekki fyrir Guð. Ég vil að allir viti hverra manna ég er. Og við eigum að vera þannig, það er blessun í því. En þetta orðalag, ég vil vekja upp morgunroðan. Ég vil vekja upp morgunroðan. Vinir, getum við virkilega vakið upp morgunroðan? Það er tvisvar í ritningunum sem að Davíð notar þetta orðalag. Ég vil vekja upp morgunroðan. Hann notar þetta tvisvar. Í fyrra skiptið að þá var hann hundeltur af Sál. Hann var búinn að flýja úr konungshöllinni. Sál var afbrýðsamur. Hann þoldi ekki Davíð því að líðurinn elskaði Davíð. Og Guð hafði smurt Davíð til að vera næsta konung í Ísrael. Nema Sál þoldi það ekki. Það var illur andi í Sál sem að vildi eyðileggja Davíð því hann sá eitthvað innra með Davíð sem að hann átti ekki. Og vinir, þarna var Davíð smurður til að vera konungur. Og þú getur hugsað, hvernig stendur á því að fólk sem er smurt til að gera eitthvað ákveðna hluti getur lent í erfiðum kringumstæðum aftur og aftur og aftur. Davíð var hundeltur í mörg ár. Hann var hundeltur í mörg ár og hann var alltaf að reyna að passa líf sitt því að hann var alltaf að reyna að drepa hann Sál. Og vinni, stundum er það þannig að það er bara eins og rignir yfir okkur. Það rignir yfir okkur stanslaust og á þessum tímapunkti þegar Davíð ritar þennan sálm að þá er Sál á eftir honum og Davíð þurfti að fela sig í helli frá Sál út af því hann var bara rétt mjög nálægt honum og hann þurfti að fela sig. Og hvað gerir Davíð í þessum kringumstæðum? Hann fyrir að hrópa til drottins. Hann fyrir að hrópa til drottins. Hann fyrir að játa út hver drottin er. Hann gerir það sama nokkrum segjum missurum seinna, reyndar sennilega nokkrum árum seinna. Þá er Davíð aftur búinn að vera hundeltur í fjölda ára. Hann er búinn að sanga að sér mönnum sem eru útlagar eins og hann. Þeir voru kallaðir kappar Davíðs. Þetta voru bara útlagar. Menn sem hafði brotið af sér í heimahögum og voru með Davíð og voru bestu vinir Davíðs og Davíð var stríðsmaður mikill og hann náði árangur í öllu því sem hann tók sér fyrir hendur. Og hann var að gera hluti og hann fór með stríðsmönnum sínum og var í einhvers konar reiti og svo kemur hann aftur og hann kemur aftur til Siglag. Og hvað gerist? Það er búið að ræna öllu. Konurnar, börnin, dýrin þeirra, allt sem þau áttu var tekið. Og við erum að tala vinir, Davíð hafði séð svarta tíma. En þarna var hann útlagi. Hann átti ekki neitt í sjálfu sér. Rakinn frá sínum heimahögum. Og meiri sem útlagi þá einhvern veginn lendir hann í þessu hræðilegu kringumstæðum. Og við erum að tala
Stundum rignir og stundum rignir enn meira. Þannig voru kringumstæðurnar sem að Davíð var í. Hann var í hræðilegum kringumstæðum. Þetta var sennilega versti dagur sem að Davíð hafði upplifað. Þannig að þið getið ímyndað ykkur hvernig hún leið. Og vinir, á þessum tíma að þegar hann sér allt farið, þá leggst hann á grúfu hann Davíð og hann grætur og grætur og grætur og grætur. Ég elska þetta við Davíð, hann hafði svo mjúkt hjarta. Hann bara grét, en það gat hann ekkert annað. Hann grét. Og vinir, það ekkert athugavert við það. Þegar við göngum í gegnum erfiðleika, að við förum á grú og við grátum og við segjum við Drottinn, hjálpaðu mér. Og við förum að lýsa kringumstæðum okkar, það ekkert athugavert við það. Guð vill heyra það sem að amar að. Má ég heyra amen? Guð vill heyra það sem að amar að. Og ef þú ert að gangi í gegnum erfiðleika, segðu Drottni þá. Það það besta sem að þú getur gert. Farðu á grúfu og reyndu bara að gráta frammi fyrir honum. En sagan endar ekki þar, sem betur fer. Förum í fyrri Samúelsbók í 30. kafla. Þið getur nefnilega ímyndað ykkur því að mennirnir sem að hann var búin að hitta, sem voru útlag kappar Davíðs, á þessum tímapunkti snerust gegn honum. Þeir voru brjálaðir. Þessi kappar sem hefðu fylgt honum í gegnum allt, fylgt honum í gegnum bara hvað eina. Þeir fengu nóg og þeir ætluðu að drepa Davíð. Og við erum að tala versti dagur í lífi Davíðs, án efa. Lesum saman í versi 6. Davíð átti nú í vök að verjast. Liðsmenn hans vildu grýta hann, svo bitrir voru þeir vegna sona sinna og dætra. En hvað gerir Davíð? En Davíð leitaði styrks hjá Drottni. Vinir, Davíð leitaði styrks hjá Drottni. Og vinir, þegar við skoðum þetta orð, leitaði styrks, þá þýðir það að setja akkeri sitt í Drottinn. Og ég veit ekki hversu oft ég farið í gegnum þannig reynslur að það eina sem ég hef átt eftir að leita Guðs. Og ég get sagt ykkur það, þegar ekkert eftir, þá skilurðu að Guð nóg. Guð mikið meira en nóg. Og vinir, þegar þú ert í kringumstæðum sem enginn getur höndlað, settu akkerið þitt aftur til Drottins. Restu þig upp í Guði. Ekki fara í síman. Ekki tala illum fólkið sem búið að gera þig mein. Ekki fara á Facebook og skrifa ykkur á rosa pósta eitthvað sem búin að gera þér eitthvað. Farðu fram fyrir Drottinn og restu þig við í Guði þínum. Restu þig við í Guði þínum. Því að Guð engin hlutur megn. Guð ekki búin að klára dæmið. Vinir, Guð að verka í kringumstæðunum. Þegar við hressum okkur upp í Guði, þá Guð að verka í kringumstæðunum. Treystiði mér, sagan ekki búin. Og vinir, hvað gerist? Jú, Guð talaði til Davíðs og hann sagði, farðu aftur, farðu þangað og þú munt finna hvern einasta einstakling og öll þín féð og allt sem var tekið frá þér, þú munt ná þessu öllu tilbaka. Og vinir, á aðeins nokkrum dögum þá fór Davíð, náði allt sitt hafurtask tilbaka. Því að Guð sannur. Guð sannur. Og ég ætla líka að segja ykkur eitt. 3 dögum seinna, þá var Davíð orðinn konungur í Júdu. Guð verkar í kringumstæðinum þegar þú ferð að lofa hann í kringumstæðinum. Guð fer að verka í lífi þínu þegar þú lætur af því að berjast í eigin mætti og þú fer að treysta Guði.
Guð fyrir að verka í kringumstæðunum þegar þú sleppir hlutunum og þú leggur það við fætur drottins og þú ferð að lyfta upp nafni drottins. Guð fyrir að verka í kringumstæðunum þegar þú ferð að segja hversu stór hann er. Því að Guð býr í lofgjör líðsins. Guð býr í lofgjör líðsins. Má ég heyra amen? Biblían talar á kvöldi gistur og skrátur en það gleði söngur að morgni. Og vinir, hvernig við getum stytt þennan tíma þar sem að þú ert á miðnættu stund. Við sjáum það líka í Nýja testamentinu þegar Páll og Sílas voru að predika fagnaðarerindið. Vinir, þeir voru að predika fagnaðarerindið og fyrir það var þeim hendi í fangelsi. En hvað gerum við þegar kringumstæðurnar eru þannig þeir henda okkur í fangelsi? Hvað gerum við á miðnætur tíma, vinir? Við förum að lofa Guð. Við förum að lofa Guð. Við förum að lyfta upp nafni Jesú. Við förum að blessa hann þegar kringumstæðurnar segja ekkert endilega það. Og hvað gerist? Það kom landskjálfti. Það kom landskjálfti þegar þeir fóru að lyfta upp nafni drottins. Það kom landskjálfti sem gerði að verkum að allir hlekkir duttu af þeim. Og vinir, kannski þú hér í dag. Þú ert búin að fara í gegnum erfiða reynslu. Þú ert búin að fara í gegnum kringumstæður. Og þú ert jafnvel með hlekki fortíðar á höndum og fótum. Vitið hver besta leiðin þín til að gera akkurat núna? Það er að lyfta upp nafni Jesú. Það er að fara að lofa hann í kringumstæðunum. Það er að fara að þakka honum fyrir. Gera þakkir í öllum hlutum. Það er leiðin. Það er alltaf leiðin. Og vinir, í staðin fyrir að vera föst í einhvern kringumstæðum og vera að barma okkur alla daga endalaust. Þá skulum við leggja hlutina við fætur Jesú. Við skulum leggja kringumstæðuna við fætur Jesú. Við skulum leyfa honum að vinna í kringumstæðunum. Má ég heyra með henn? Þetta er bara frekar góð predikun. Halleluja. Mér langar að byrja aðeins fyrir í þessum sálmi sem að Davíð söng eða samdi fyrir drottin. Í versi 5. Það var ekki eins og hann sagði ekki sannleikann. Hann sagði sannleikann hvernig hún er leið. En hann sagði sannleikann við drottin, vinir. Og leiðin okkar út og kringumstæðum er að vera hreinskilin. Förum aftur í vers 6. Ég ligg innan ljón sem hungrar í menn. Tennur þeirra eru spjót og örvar, tungu þeirra bitur sverð. Sýn þig á himnum, Herri Guð. Dýrð þín breiðist yfir gjörvalla jörðina. Þetta var maður í þroti í rauninni. Þeir lögðu net fyrir fætur mér og beygðu sál mína, þeir gróf með grifju, en fjallu sjálfur í hana. Svo kemur þetta orð sela. Og sela þýðir í rauninni, það breytist aðeins krafturinn í tónlistinni. Hann segir þetta á svona ljúfum nótum. Hann er að lýsa fyrir Guði, hann er bara að segja sannleikann. Hann er ekki dramatísk, hann er bara að segja þeir lögðu net fyrir mig. Þau vildu eyðileggja mig. Þetta er bara staðan, drottin, ég er bara að gefa þér hana. En þegar hann fer að lofa drottin, þá fer hann að bæta í. Af hverju? Því hann vildi leggja fókusin á það að hann ætlaði að lyfta upp nafni Jesú í kringumstæðunum. Lesum þetta aftur í því samengi. Hjarta mitt er stöðugt. Og vinir, hjartans var ekki stöðugt en hann talaði líf. Og vinir, við þurfum að fara að læra að tala líf yfir okkar lífum. Hjarta mitt er stöðugt, Guð. Hjarta mitt er stöðugt. Ég vil syngja og leika. Vakna þú sál mín, vakna þú harpa og gía. Ég vil vekja upp morgunróðan. Og hann er að tala svona, hann er að tala krafti. Ég vil lofa þig með að líðana. Ég vil lofa þig á samkomum. Ég vil lofa þig allstaðar. Það er það sem að Davíð var að segja. Hann sagði það mun ekkert halda aftur af því að ég mun lofa þig. Og ég mun gera það frammi fyrir öllum. Og þið sjá mig kannski og mömmi hérna dansa á fremstakbæk. Davíð dansaði þannig. Þegar hann lofaði Guð þá lofaði hann Guð með öllu hjarta og líkama.
Hann dansaði frammi fyrir Guði. Og honum var alveg sama ef að fólk hneykslaðist á honum. Hann sagði bara, megið þau hneykslast. Ég ætla bara að lofa Drottinn enn frekar. Ég ætla sko að vera eins og fífl frammi fyrir fólki. Og ég elska það. Honum var bara alveg sama hvað fólki fannst. Hún var ekki sama hvað Guði fannst. Og vinir, leyfiði mér aðeins að útskýra. Lofgjörð auðvitað það sem við gerum á sunnudögum þegar við komum hérna saman og við syngjum lög og við lyftum upp nafni Drottins, það klárlega lofgjörð. En lofgjörð meira en það. Lofgjörð að vakna hvernig einasta morgun. Eiga samfélag við frelsarinn okkar. Þakk honum fyrir líðandi stund, þakk honum fyrir blessanir hans, þakk honum fyrir allt það góða sem hann hefur gefið okkur. Það lofgjörð. Vinir, líf okkar á að vera lofgjörð. Í umferðinni þá eigum við að hafa okkur eins og menn og konur. Megum hafa okkur eins og konur. Líf okkar á að vera lofgjörð. Og leyfið mér að útskýra. Þegar þú ert þakklátur, þá getur ekki verið kvíðinn. Þakklæti og kvíði búa ekki á sama stað. Þegar þú ert þakklátur, þá getur ekki verið reiður. Þegar þú ert þakklátur, þá friður í lífinu. Þegar þú ert þakklátur, þá ertu nálægur Guði. Þannig að vinir, Guð ekkert að fara fram á að við grípum næsta gítar og við förum að búa til einhverja tónlist. Sumir kunni ekkert að búa til tónlist. En líf okkar á að vera lofgjörð. Hvernig við komum fram við fólk. Hvernig við komum fram við maka okkar. Og ég enda svo rosalega heppin, ég á frábæra maka sem að kemur opaslega vel fram við mig. Og ég get sagt ykkur það, að það lofgjörð. Lofgjörð ekki bara að koma inn á sunnudögum út af það geta allir lyft upp höndum. Spurningin hvernig ertu bak við lokaðar dyr? Og þegar Davíð var að semja sína sálma, þá var hann einn. Hann var einn með Guði og hann leyfði hjartanu að tala við Guð. Hann tengdist Guði með alveg sérstökum hætti. Og vinni Davíð misti 4 börn á sinni ævi. Hann fór í gegnum alls konar hræðilegar kringumstæður. En hann misti aldrei lofgjörðina sem að var í hjartans. Hann hélt alltaf áfram. Og lykillinn að því að vekja upp morgunroða að lofa Guð í kringumstæðunum. Að þakka honum fyrir kringumstæðunar. Að blessa Guð fyrir allt það sem við erum að gangi í gegnum. Því að Davíð, þegar hann gekk inn í Siglag, þá vissi hann ekki af því að 3 dögum seinna, þá myndi Guð gefa honum konungdóminn. En það var eftir einlæga lofgjörð, þegar hann fór eftir röddu Guðs, sem að Guð gaf honum það sem hann var alla tíð búin að lofa honum. Konungdóm. Og vinni, kannski þú á þeim stað, að þú upplifir eins og þú sé stöðugt á erfiðum stað. Það búið að vera eyðimerku ganga, trekk í trekk. Vinni, ég skal bara lofa ykkur því að þú byrjar að lofa hann. Að þú byrjar að þakka honum, að þú byrjar að lyfta upp nafni Jesú. Þá getur þú vakið upp morgunroða. Ég ekki samfærð. Má ég heyra með henn? Það sem að Guð gerir með kringumstæðum, eins og þessum. Þegar við förum að blessa hann og lofa hann, það breytir ekki Guði. Það breytir okkur. Það breytir okkur. Og ég get alveg sagt ykkur það, þegar ég lít tilbaka, kringumstæðurnar sem hafa virkilega breytt mér, voru erfiðar. Það voru erfiðustu kringumstæðurnar sem breyttu mér. Þau deyddu eitthvað í mér sem þurfti að deyða.
Egóið okkar þarf að deyja. Minn vilji þarf að deyja. Ég vil hans vilja. Og vinir, þegar við förum að lofa Guð í kringumstæðunum, þá breytir hann þér. Hann breytir þér og hann verkar í kringumstæðunum til þess að koma fram vilja sínum. Þannig að ekki streitast á móti, ekki vera að pirrast, ekki búa í fortíðinni. Leyfðu Guð að halda áfram með líf þitt. Páll sagði þetta svona, ég gleymi því sem að baki er. Og hvað ger ég seilist eftir því sem framundan er. Og auðvitað var Páll ekki að tala um það að þú bara missir allt í einu minnið og munir ekki neitt. Nei, þetta hefur með það að gera að þú býrð ekki lengur í fortíðinni. Þú býrð ekki í, þið vitið, æskunniðinni þar sem að þú varst meiddur og þú leggur það fram fyrir Drottinn og svo heldur þú áfram. Þú ferð að lofa hann í öllum hlutum. Þú ferð að gefa þakkir í öllum hlutum. Má ég heyra amen? Og þannig virkar það, vinir. Því hann er frábær. Halleluja. Ég gleymi því sem að baki er. Halleluja. Hann býr í lofgjörð liðsins. Er ég búin að tala rosalega lengi? Tókst aðeins og langar til mig. Ég held samt að við sem alveg kom, er þetta ekki bara fínt? Ef við ekki bara stoppa hér? Nei? Halleluja. Í öðru Korinthubréfi 4:6. Því að Guð sem sagði ljós skal skína fram úr myrkri. Leta skína í hjarta mitt til þess að birtur legð af þekkingin og dyr Guðs eins og hann skín frá ásjónu Jesú Krist. Það er það sem að Guð er að gera. Hann vill að ljós hans sé birta. Vinir, þú átt að vera, Guð hefur gefið þér ljós og hvernig þú bregst við kringumstæður lífsins getur verið svo mikilvægt fyrir annað fólk sem er í kringum þig. Og leyfið mig bara að segja eitt. Vegna þessa hvernig Davíð brást við kringumstæðunum. Það hafði áhrif á alla kappa Davíðs líka. Davíð var fyrirmynd. Og vinir, Guð er að kalla fólk til þess að vera fyrirmyndir. Veri ekki heyrandi orðsins heldur gjörendur. Að við svíkjum ekki sjálf okkur. Við þurfum að vera gerendur orðsins. Ég ætla að láta gott heita í dag. Mér finnst bara, ég er búin að segja nóg. Rísum á fætur. Halleluja. Þannig að við ætlum að vera